ætla að sýna ykkur hvernig við setjum teikningar inn sem S-drif. Þetta er sem sagt byrjun verkefnis. Við skulum fara inn á áfangan ykkar. Við skulum fara inn hérna á verkefni 1. Þar ætti að vera til eitthvað sem heitir grunnmynd á húsinu og svo er annað sem heitir grunnskjal. Grunnskjalið, við byrjum á að skoða það aðeins. Það opnast hérna sem DFT-skrá og það sem að það gerir að það setur upp átakandið. Þið fáið rétt að layera og þið fáið teikniblöðin sem er notuð til þess að gefa á teikningarnas og það ætti að vera klárt til þess að fara að teikna. Síðan opniði hérna grunnmyndina á sömbúltanum, eða downloadiði niður eftir að sagt. Svona. Og við gerum sjálfsagt ekkert með hana nema þið ætlaði að taka hana, hérna grunnmyndin af húsinu sem ætlaði að fara að teikna í. Henni herbergi og henni setlaug og allt það. Þið seifið þessu hérna, þessari teikningu inn í ykkar möppu sem að þið eru búin að búa til, kannski ykkar heimasvæði eða við spilíkil eða hvað það er sem eru með. Seifið henni hérna inn á ykkar svæði, ítið bara save, ég með þetta svona ok og svo bara má hreinlega nálga þessu, þið vinna ekkert meira með þetta. Hérna það opnast hérna grunnskjalið aftur. Byrjum á því, ég er búin að búa til einn layer, hérna, ítjum á layer properties. Þá opnast þessi gluggi, hérna, og við skulum fassa ykkur á því að sjá við hérna aftast að hérna er prentaramerkið. Ef það er svona dauft, þá er þetta einhver layer sem kemur ekki fram þegar ég gefi út teikninguna. Við ætlum bara að einfallega taka hérna einhvern góðan layer hérna, einhvern rauðan hérna, dæmi, og smellum á hann og ítum hérna uppi á new layer og þá býrum til nýja layer B, þannig á þessum, hérna. Kallið þennan hérna layer S-drif. Þurfum ekki að eiga neitt meira við hann, heldur en þetta. Og íti hérna set current, svona, og exit þetta box, svona. Þá getum við farið í insert, alltaf hérna. Hérna ætlum við að tengja grunnmyndina sem við vorum búin að seifa hérna á, áfangið grunnmynd. Við ætlum að tengja hana inn í grunnskjalið okkar og passa ykkur að hafa ekki haka við eitt hérna, ekki hafa haka við skalan, hann á að vera bara 1, 1, 1, 1. Insert point, hann á að vera 0, 0, 0 og ekki haka við hérna. Og sömulegis hérna, þá var attachment hér, unit millimeter og faktorinn 1. Svo bara ok. Það virðist ekkert að vera gerst. Ástæðan er svo að ég held að við séum zoomaði svo óbúrslega langt út frá teikningunni. Teikningin bara hérna einhvers staðar niðri. Ef við tvísmelli á scrolltakan hratt, þá zoomast inn á teikninguna. Það sem við erum búin að gera núna, að við erum búin að setja inn teikningun okkar inn í grunnskjalið okkar, þar sem allar pípulagna leiðirnar eru, eða rétti leiðirnir. Og þá getum við einfallega að fara að byrja að teikna, en áður við byrjum að teikna og munið alltaf að fara í save as og seifa teikningunni, setjið uppastæðin ykkar hérna fremst, ég með G, þið setjið uppastæðin ykkar, merkið síðan með áfanganum, hvað sem heitir TPL 203 eða 303 eða TTC eða hvað, og svo var ágætt að hafa hérna verkefni, þetta sé verkefni 1 og skrifa svo áfang, annar heitir, vor 2016. Þú getur alltaf leitað í þessu og fundið þetta fljótt aftur. Ítir svo bara save, svo getur bara að byrja að vinna. Gjörðu svo vel.